Mig langaði til þess að tala við ykkur í dag efni sem að stendur mér afskaplega nærri og það ég var bara í þannig kringumstæðu fyrir bara mjög stuttu síðan að það munaði mjög litlu að ég yrði fyrir mjög miklum særundum í sálin á mér og mig langar bara út af því að ég er búin að upplifa ýmislegt á minni trúargöngu og upplifa bara hluti en mig langar til þess að svona svolítið að deila með ykkur í dag hvað Guð hefur kennt mér í gegnum þessa vegferð. Er þið til? Amen. Ekki veitir af. Og og maður tekur eftir því í kirkjunni. Það búið að vera gríðarlegt svona, við köllum það svona fráfall. Þetta það kannski ekki alveg fráfall. En fólk hefur hætt að sækja kirkjuna. Það er bara áberandi þannig. Og það er ekki út á Guði, vinir. Guð bara, hann bregst aldrei. Það er bara þannig, Guð bregst aldrei. Fólk hefur hætt að sækja kirkjuna út af öðru fólki. Út af særindum, út af vonbrigðum. Fólk hefur jafnvel sett fólk á stað á hillu sem það á ekki að vera á. Vitið að við nefnilega eigum það til að setja fólk á eitthvað stað, á eitthvað svona hásæti í okkar lífi og treysta því að Guð tali til okkar í gegnum fólk sem hann auðvitað gerir. En við verðum, vinir, að vera rótföst. Við þurfum að vera með rætur sem að fara niður og það skiptir engu máli hvað fólk í kringum okkur er að gera eða segja, vinir. Það skiptir bara engu máli. Það mun ekki hafa áhrif á heilbrigt tré. Og við erum tré. Við erum sem tré. Og við eigum að vera rótföst og það á ekki að vera hægt að bara blása einhverjum vindum okkur og við erum bara, þú veist, allt ætlar koll að keyra. Það er ekki vilji Guðs fyrir okkar líf. Og stundum er það þannig að við verðum svolítið sálarleg í nálgun. Og ég hef oft heyrt að, þú veist, til dæmis í lofgjörð, bara já, ég er að finna gæsahúð, drottinn er mættur. Drottinn er stærri en þín gæsahúð. Ég bara lofa ykkur því. Og það er mjög mikilvægt að hafa það í huga að tilfinningar okkar geta farið með okkur bara algjörlega út í gönur. Og það þýðir ekki að lifa tilfinningarlegu lífi í Guði. Tilfinningarnar eru góðar og það eru klárlega gefnar af Guði. Ekki misskilja mig. Þú veist, það er gott að fá gæsahúð. En vinir, ég byggja ekki líf mitt á gæsahúð. Hún bara kemur og fer. Fer svolítið bara eftir hvernig ég er stemd hverja stundina. Og Guð vill gefa okkur, þú veist, grundvöll, alvöru grundvöll sem er stærri en gæsahúð. Og þess vegna segir Davíð, til dæmis í Sálmunum, þú veist, hann segir, lofa þú drottinn sála mín. Hvað er hann að gera? Andans er að tala við sálina og hann er að segja, herðu, þér geti liðið alls konar, en þú lofar drottinn. Andinn okkar tekur stjórn á sálinni og áður en sálin okkar hleypir bara algjörlega út í gönur sem hún hefur tilhneigingu til þess að gera því miður. Sérstaklega hjá Jóhannu. En ég er alltaf að hjálpa henni svolítið. Nei, ég er bara að grínast. Hún á það nefnilega samt fyrir Jóhannu. Sko, máli er það, vinir, að við getum ekki treyst á sálin okkar. Það er það sem ég er að segja. Út að við getum vaknað, þú veist, einn morgun er líðandi vel og Guð er góður. Næsta morgun þá er eitthvað líðan og allt í henni Guð bara, hann er bara ekkert góður. Við getum ekki byggt okkar trúarlíf okkar eigin tilfinningu. Þess vegna segir Davíð, lofa þú drottinn sála mín. Það sem að gerist þegar við tökum stjórn á sálin okkar og við þurfum að gera hluti, jafnvel þótt okkur líði ekki þannig, eins og lofa Guð í öllum kringumstæðum, að þá breytast kringumstæðnar og vitið hvað gerist líka? Við breytumst. Það er málið. Tilfinningarnar nefnilega fylgja stundum bara í kjölfarið. Og við þurfum að vera good stewards af okkar tilfinningum, að hleypa ekki bara hverju sem er inn til þess að trufla okkur og ég vil að svæfa okkur og móðga okkur og særa okkur og annað slíkt.
Og ég ekki að segja það að við verðum ekki fyrir særundum, en hvernig dílum við það? Þannig að mér langar aðeins að fara í þetta, ef þið eru til. Amen. Þannig að í Markús, byrjum þar, þá stendur hvað stóða það mannin að eignast allan heiminn en glata sálu sinni. Og ég ætla að fara strax í annar reikningavers. Það sem að kemur fram með þetta. Ég bið þess minn elska að þér vegni vel í öllu, að þú sért heill heilsu, að þér líði vel í sál og sinni. Ég var mjög glaður þegar bræður komu og greindu frá hver trúr þú ert sannleikanum og breytir eftir honum. Af hverju líður honum vel í sál og sinni? Út af því hann breytir eftir sannleikanum. Ég hef enga meiri gleði en þá að heyra börnum minn hlýði sannleikanum. Og fyrir mér, ég hef kannski skoðað svolítið tilfinningar, þetta bara eins og gögn sem við fáum sent á tölvi, bara tölvugögn, hugsum þetta bara þannig. Tilfinningar eru bara gögn, þetta eru upplýsingar. Tilfinningar eru ekki eitthvað sem að þú þarft að grípa á lofti og leyfa að grassera í lífið þínu. Það er ekki þannig. Við stjórnum því og það er enginn sem kennir okkur þetta. Við höldum einhvern veginn bara, við búum í veröld þar sem alls konar tilfinningar eru upphafnar yfir allt. En það er ekki eðlilegt. Það er ekki eðlilegt út af það eru prinsip, það eru guðleg prinsip sem eiga að stýra. Þau eiga að stýra okkar lífi og ef þau gera það vinir, þá koma ávextir. Og þessi ávextir eru yndislegir, þeir eru magnaðir. Þannig að mér langar til svo örlítið í dag tala hvernig við getum stýrt sál okkar, en sál okkar ekki okkur. Já. Nei, ég menna að þú veist, og veitir það, ég hef lært þetta the hard way, það er alveg þannig. Ég menna þegar ég var ung, þá var ég bara ein mesta dramadrottning sem hægt að finna. Já, svo rétt. Jó, hún er að hefna þín. En það var þannig. En vitið það, ég var unglingur, síðan óx ég úr grasi. Og það sem að gerist, vinir, þegar við vöxum úr grasi, þú veist, þegar við vöxum í drottni, það eigum að láta af barnaskapinn. Við eigum að þroskast á göngunum með Guði. Og við eigum í rauninni, þú veist, ekki bara þroskast, við eigum að bera ávöxt. Hlutir eiga að deyja sem eru í líf okkar og við þurfum að leyfa því að deyja. Það er bara þannig. Þannig að upplýsingar eru gögn. Þú þarft ekki að bregðast við öllum tilfinningum. Það var til dæmis bara mjög nýtt fyrir mér, þú veist, þegar ég einhvern veginn áttaði mig á þessu. Ég þarf ekki að bregðast við öllum tilfinningum. Tilfinningar eru bara upplýsingar. Upplýsingar eitthvað sem er að gerast, sem er að hafa áhrif á okkur. Og við bregðumst allt of oft við. Vitið það, ef við stjórnum ekki tilfinningunni, ef við stjórnum ekki skapgerðin okkar, þá mun það fara að stýra líf okkar. Og við endum í vegleysu. Við endum út í skurði og ég hef oft farið ofan í skurð. En ég vil ekki vera í skurði. Ég vil rata beinar brautir. Ég bara vil rata beinar brautir. Og vitið það, ég trúi því að Guð er bara að gefa okkur hluti núna, tæki og tól til þess að við bara sníðum, hristum hismið frá kjarnanum. Það er bara þannig. Það er ákveðin alvara sem er að eiga sér stað bara í heiminum í dag og Guð er að tala og Guð er að færa fólki sitt nær sér. Og við þurfum að þýðast það boð. Þannig að við látum ekki tilfinningarnar stjórna okkur. Þannig að þroski er það að taka stjórn á tilfinningum okkar, að láta það ekki fara með sig út í gönur. Tilfinningar nefnilega okkar verða skapið okkar þann og þann daginn. Skapið okkar verður skapgerð. Og skapgerðin okkar verður persónuleikinn okkar. Þannig að þetta er mjög alvarlegur hlutur. Að díla ekki við sjálfa sig. Að leyfa hlutunum að grassera í hjartanu endar með persónuleika. Og vitið þið, allt of oft að þá erum við með persónuleika, þú veist, á göngunum með Guði, við erum með allt á hornum okkar. Og er það guðlegt eðli? Það er það ekki. Við eigum ekki að vera með allt á hornum okkar.
Það bara ekki þannig. Við að díla við kringumstæðurnar as they come. Og við þurfum að vera líka bara í ríki Guðs, hreinskilin, ef við erum að fara í gegnum einhverja hluti. Við erum oft í svo miklum tilbúning. Við erum alltaf einhvern veginn að þykjast vera andlegri en við raunverulega erum. Við erum öll á spítala. Við erum öll á þeim stað að við þurfum eitthvað frá Drottni. Og það engin skömm í því. Þannig að ef við dílum við kringumstæðurnar, ef að Guðmundur kemur til mín og segir eitthvað við mig, og í staðinn fyrir að ég móðgist við Guðmund, þá bara skynsamlegt að segja Guðmundur, þetta bara særði mig. Við þurfum að díla við kringumstæðurnar og láta bara vita, við erum ekki fullkomin, ég hef tilhneigingu til þess að særast af erfiðum orðum, við þurfum að tækla þær. Það heilbrigði. Og ég finna bara leið og ég tækla kringumstæðurnar strax, að þá eins og þetta hefur ekki vald yfir mér. Og það einmitt málið, því að þetta oft fær ákveðin tök í okkur. Það bara þannig. Og auðvitað skiptir máli, vinir, hvernig við segjum hlutina. Það þýðir ekki að við göngum og ég að segja öllum sannleikann. Jóhanna, þú bara svona í ræktinni og bara skammastu þín. Það ekki málið. Hvernig við segjum hlutina skiptir rosalega miklu máli og hún að standa sér frábærlega í ræktinni by the way. Það ekki málið. Við eigum að varðveita orð okkar. Við eigum að passa okkur og í samfélagi trúara eins og við erum hér í dag, það kom upp árekstrar. Það óhjákvæmilegt. Misskilningur, en það sem við þurfum að gera að gera hreint fyrir okkar dyrum, tækla það strax, leyfa því ekki að setjast að og valda sársauka og jafnvel gera það verkum að það veri vik milli vina. Það ekki vilji Guðs. Vilji Guðs að við akkurat, og að við þroskumst. Tökum ekki hlutina svona rosalega persónulega. Í Orðskjálftum 25-28 þá talað eins og opin borg á borgarmúra. Svo sá maður sem ekki hefur stjórn á skapi sínu. Það svolítið mikið. Halleluja. Staðreyndin sú, vinir, að unglingar eru hættir að vilja koma samkomur í kirkjunni út af einmitt þessu. Við erum ekki authentic. Það var gerð rannsókn í Bandaríkjunum ástæðu þess að fólk segir skili við kirkjuna, bara yfir höfuð. Og það kemur í ljós að yfir 80% af þeim sem segja skili við kirkjur, segja skili við út af móðgun, út af særendum. Þannig að þetta vandamál í ríki Guðs og við þurfum að passa þegar við erum að representa ríki Guðs að við séum með faðminn opinn. Að við séum ekki hér, að við séum hér. Drottinn segir, komdu eins og þú ert. Og við erum alveg tilbúin að segja það, en leið og fólk kemur eins og það fullt af vandamálum. Akkurat, ég öllum allt. Við þurfum að leyfa fólki að koma eins og þau Og við þurfum að umbera fólk. Og við þurfum að umvefja þau í kærleika. Og það á að vera tæki og svigrúm fyrir fólk bara að játa syndir sínar. Þannig ef þið hafið eitthvað samviskunni, tell me. Nei, djók. Svo ég geti hringt í alla í kirkjun og beða að biðja fyrir ykkur. Nei, djók. Svona gerum við stundum og það heldur ekki vilji Guðs. Svo ég hafi það alveg á hreinu. Já, akkurat. En það sem við eigum að gera bara að vera sönn. Við erum að varðveita hjarta okkar því að það uppsprettar lífsins, kennir ritningin. Við þurfum að varðveita hjarta okkar. Pössum okkur að verða ekki fyrir særendum þannig að það flosni upp úr því sem að Guð vill gera í gegnum líf þitt. Af hverju ég að minnast á þetta? Út af djöfullinn notar þetta. Það þannig. Þetta nefnilega tálbeita Satans. Þetta það sem að hann nær árangri með. Einhver sagði eitthvað. Einhver gerði eitthvað á minn hlut. Ég fæ ekki að syngja nóg eða ég fæ bara ekkert að syngja. Eða á hverju þessi valin í þessa þjónustu? Á hverju sagði þessi ekki hæfi mig í dag? Hann eitthvað móðgaður út í mig?
Og við erum bara rosalega opin fyrir móðgun út af hverju? Út af því að við, vinir, það út af því að við erum að gefa óvinnum tækifæri. Og við þurfum að loka á þetta. Það þarf ekki að grípa alla tilfinningu á lofti og leyfa að verða líðan. Leyfa henni að verða að karakter. Það ekki vilji Guðs fyrir okkur. Halleluja. Þess vegna segi ég oft til börnum mín, þegar það nefnilega svo fyndið þegar þau byrja að rífast, þá verður allt í einu einhver sprengja. Og þetta yfirleitt ekki út af neinu. Það kemur bara púff og það bara fuðrar allt í loft upp og ég segi bara, herðu krakka mín, róum okkur aðeins. Þetta ekki svona dramatískt. Þetta það sem við þurfum að segja við okkar eigin tilfinningar. Róa þig niður. Þetta ekki svona dramatískt. Ekki taka þessu svona persónlega. Gakktu bara í málið. Þú veist, ef einhver að móðga þig, segðu bara við mannin, þetta bara særði mig. Og veitir það, með því að fara þessa leið, þá gefum við ekki óvinnum tækifæri. Við gefum honum ekki svigrúm að búa til einhvern sársök og leiðindi í okkar hjarta sem að ber óbúslega vondan ávöxt. Og það ávöxturinn hefur ekki bara áhrif á mig, hann hefur áhrif á alla, hann hefur áhrif á börnin mín, Jóhannu, mömmu, alla þá sem í kringum mig. Og við verum að passa okkur vinir út af því að það komið tími fyrir kirkjuna að rísa upp og bera mikinn ávöxt. Þetta tíminn. Og við munum sjá hluti gerast núna á mjög stuttum tíma sem að við hefðum eiginlega ekki trúað að gætu gerst í kirkjunni. Og vinir, til þess að við komumst þangað, þá þurfum við að loka á þennan, þið vitið, móðgunar gír okkar. Og við þurfum að bara gefa Guði leið. Bara nei. Það var bara, ég ætla að taka eitt dæmi sem að þið örugglega tengið við. Kompásþátturinn daginn. Ósanngjarnt þáttur. Við vorum allt í einu bara í fjölmiðlum og mjög ósanngjarnt út af þetta var ekki einu sinni sannleikur. Þarna hefði ég getað móðgast bara alveg svakalega og upplegað rosaleg særindi og ég gerði það alveg í 2 eða 3 sólarhringa. En svo hugsaði ég, nei, ég á þetta ekki. Þetta ekki mitt, þetta ekki sannleikur og ég ætla ekki að leyfa þessu að grassera í mínum huga. Og svo skrítið, bara 2-3 vikur seinna, þá spurði mig einhver manneskja, hvernig hefur það Sibba? Og ég bara, já, ég bara ágætt, allir ekki alveg nóg góður, hann ennþá að jafna sig, hann ekki alveg komið með orkunni tilbaka. Ég vissi ekki eins og nú var að ræða þennan kompástátt. Hann var ekki eins og í huga mínum. Og vitið það leiðin. Þú þarft ekki að grípa alla tilfinningar lofti og leyfa þig að grassera. Tökum þessa tilfinningu og hendum henni út í hafsauga, ég á hann ekki. Má ég heyra með? Ég á hann ekki. Og við vitum að það ekki bara við sem höfum gengið, upplifað sársauka og upplifað okkur ekki, samþykkt og svo framvegis. Þetta gerist líka við Jesú og lærisveinana. Rétt áður en Jesú fer upp á krossinn. Að þá fer hann í gegnum þorp eitt. Og það stendur, þeir tók ekki við honum. Og lærisveinarnir, verandi svona ofboðslega andlegir menn. Þeir sögðu Drottinn, kveikjum bara í fólkinu. Þeir ekki að fara að taka við þeim, kveikjum í þeim. Láttu eld koma frá himni og steikjum það. Við erum að tala þetta menn sem voru búin að ganga með Jesú í 3,5 ár á hverjum einasta degi. Og þeir áttu sig ekki einu svona á hvað máli snerist. Þannig það ekki bara við sem að verðum fyrir móðgun, það verða allir fyrir móðgun. En hvað segir Jesú? Hann sagði, veistu það, þið eru eitthvað búin að miskilja þetta, ég kom til þess að frelsa heiminn. Ekki eyða honum í eldi. Ég kom til þess að frelsa heiminn. Og við þurfum að muna það líka, að vitið það, sært fólk særir. Það ástæða fyrir því að fólk særir okkur. Það út af kannski eigin sásöku og leið og þú ert tilbúin að sjá það þannig, þá breytast hlutirnir ekki satt. Þú fer alltaf að sjá fólki kærleika, já það ástæða fyrir því að hann hagar sig með þessum hætti. Og við hættum að taka persónlega það sem við eigum ekki að taka persónlega. Og vinir, þetta getur virkilega hjálpa okkur að fara úr mörgum sálarflækjum.
þegar við áttum okkur á þessu. Og það er mjög mikilvægt, vinir, að við áttum okkur á þessu. Má ég heyra, amen. Halleluja. Og það sem að gerist, vinir, að þegar við leyfum sársaukanum að dvelja, að við festumst. Við einangrum okkur. Ég er akkurat með þann punkt. Við nefnilega gerum það. Og það sem að gerist, við hættum að vilja vera í kringum frelsa fólk. Frelsa fólk er bara fíbl. Það er búið að bregðast mér og þetta verður viðkvæði. Og við förum allt í að fara úr tengingu við fólk. En við erum kölluð til að vera í tengingu við Guð og við erum kölluð til að vera í tengingu við menn. Það er það sem við erum kölluð til þess að gera. Og þegar eitthvað kemur upp á sem að hindra það, þá er það ekki drottinn Jesús sem er að starfa. Það er eitthvað annað. Þannig að við þurfum að höggva á hnútinn. Og ég er ekki að segja alltaf að það sé eitthvað einfalt eða auðvelt, en við verðum að gera það. Halleluja. Takk Jesús. Ég fór að hugsa það, þegar ég var að hugleiða þessa predikun, hvar í orðinu er best hægt að sýna fram á ávinningin á að móðgast ekki og særast ekki. Og mér datt í hug Jósef. Vá. Ef einhver aðili í ritningunni hefur haft efni á því að móðgast, að særast, þá var það Jósef. Og vitið það, ég meina, hann var seldur í þrældóm. Og svo var hann seldur til Pótifars. Og þar var hann, hraktur fyrir að vilja ekki þýðast eiginkonu Pótifars. Þetta var bara svona þvílík harmsaga og hann endar í fangelsi í mörg ár. Halló, ég veit ekki með ykkur, það hefði ekki þurft brota þessu og ég hefði bara verið undir sæng grátandi. Mjög ósátt. En það sem að Jósef segir, og ég vil segja við okkur í dag, með öllum kringumstæðum, leið og þú leyfir snöru Satans að fara utan líf þitt með þessum hætti sem móðgun er, að þá getum við ekki gengið inn í köllun okkar. Og núna, vinir, erum við að fara að stíga inn í köllun. Við erum að fara á djúpið með drottni. Og við verðum að höggva hnúta móðgunar. Bara í Jesú nafni. Við þurfum að höggva það. Og við þurfum að vera relentless. Við þurfum að höggva bara leið og þetta kemur. Það bara, nei, þetta tilheyrir mér ekki. Og mér langar að sýna ykkur af hverju. Hlustið á þetta. Fyrsta Mósebók í kafla 45, hann sagði, þá sagði Jósef við bræður sína, komið hingað til mín. Þeir gengu til hans og hann sagði, ég er Jósef, bróðir ykkar, sem að þið selduð til Egyptalands. En verið ekki daprir. Hann er búin að vera í fangelsi í mörg ár og við erum að tala um þetta er ekki Hólmsheiði. Fangilsin þarna voru hrikaleg. Hrikaleg. Við getum ekki einu sinni ímyndað okkur. Þetta var hræðilegt. Og hann segi við þá, ekki ásækja ykkur fyrir að hafa selt mig hingað. Það var Guð sem sendi mig hingað. Á undan ykkur til þess að gera hvað? Til að bjarga lífi. Og vinir, Guð hefur sendt þig á undan til þess að bjarga lífi einhvers. Og ef að þú ert sár yfir einhverju sem gerðist fyrir 10 árin síðan, eða 15 árin síðan, eða 20 árin síðan, þá er óvinnurinn búinn að ná árangri. Út af þú munt aldrei átta þig á af hverju þú fókst í gegnum þetta fyrir þú sleppir takinu og lofar Guð fyrir kringumstæðurnar. Það var ástæða fyrir því að allt þetta þurfti að gerast. Ísraelsmenn hefði nefnilega þurrkast út. Það var rosaleg hungursneið sem átti sér stað. Rosaleg. Og hefði ekki Jósef verið tilbúin að segja, herðu, verið tilbúin að horfa hlutina með öðrum hætti. Verið tilbúin að leggja líf sitt á altarið og vita það að Guð hafði tilgang með öllum hlutum. Hann gat líka látið þetta samverka til góðs. Og hvað gerist? Hann er lífsbjörg fyrir Egyptaland. Og það hann kemur með draumráðninguna sem hafði þessi áhrif að þeir gerðu fyrirbúnað.
En það hafði ekki bara áhrif á Egyptaland. Það hafði líka áhrif á Ísraelsmenn. Og það sem að gerist að þeir tóku fullt af korni og hann gat verið lífsbjörg fyrir sitt fólk. Og vinir, í staðinn fyrir að barma okkur, verum líður sem að tökum skref fram á við. Verum líður sem þroskaður á göngunum með Guði. Tökum ekki öllum hlutum persónulega. Segjum Drottinn, hvað ert að kenna mér í dag? Og veitir að stundum leksían bara frekar vond. Ég átta mig á því. Ég átta mig bara mjög vel á því. En hún stundum bara nauðsynleg. Bæði til þess að drepa okkar eigið ego. Ég tekið eftir með Guð í mitt líf, veist. Hann notar ákveðna kringumstæður til þess að deyða mitt ego. Og mitt ego þurfti að deyja. Það bara þannig. Mitt ego þvælist fyrir. Það þvælist fyrir verki Guðs að vera með stórt ego. Og Guð núna að reisa fólk sem bara tilbúið að þjóna honum án þess að vera með eitthvað ego í gangi. Sem bara þjóna honum. Má ég heyra með hann? Amen. Halleluja. Þannig að hvernig ætlum við að díla við þetta? Ég legg til að við höfum svona landamæri eftirlit fyrir tilfinningar okkar. Hafið þið farið til Bandaríkjanna? Mjög ógnvekjandi. Varst þú ekki einu sinni sendur heim, Árni? Já. Þetta var svo dramatískt. Veistu, maður skelfur stundum á beinunum. Maður farið í landamæri eftirlit til Bandaríkjanna. Út af þeir eru svo hörkulegir. Þeir spyrja, hvaðan kemur þú? Og maður segir það. Hvert ertu að fara? Business or pleasure? Áttu ættingja? Og við þurfum að spyrja sömu spurningar gagnvart tilfinningunum sem kemur upp. Áttu eitthvað ættingja? Áttu ættingja? Farðu aftur heim. Þú ert ekki að fara inn í þetta land. Við þurfum bara að vera markvisst í að loka fyrir móðgun. Áttu ættingja? No. Þið eru ekki að fara að byggja ykkur þorp. Og við þurfum að hætta að leyfa hlutunum að byggja þorp í okkar lífi. Og það sem gerist, móðgun, við stöðvumst. Við stöðvumst á göngunum með Guði. Og allt í einu fyrir aukaatriði að vera aðalatriði. Allt í einu missum við á því sem að Guð vill gera við okkur hverju sinni. Það sem að Guð vill tala við okkur. Móðgun nefnilega alveg bráðdrepandi fyrir andlegt líf. Og við þurfum að hætta að leyfa móðgun að vera hluta líf okkar. Við þurfum að hugsa eins og byrja hver var það sem að það var eitthvað að kasta skít. Hann sagði, leiðu honum bara að kasta skít. Þetta Davíð konungur, einmitt. Bara leiðum mér svo að koma. Þetta allt í lagi. Ég þarf bara á þessu að halda. Eitthvað, þú veist. Heldur mér í auðmýkt. Við þurfum bara að hugsa svolítið þannig. Og veitir það, ég hef séð, ég var ekki alltaf skilið hvað Guð að gera í öllum kringumstæðum. Það bara langt í frá. En þegar ég lít tilbaka, þá sé ég ekki sama manneskjan ég var fyrir 5 árum. Ég ekki sama manneskjan ég var fyrir 10 árum. Dýr sé Guði. Þið myndu bara ekki þola það að ég væri sama manneskjan. Og vitið það, ég bara að segja ykkur, ef ég væri sama manneskjan og ég var þegar ég giftist alla, þá væri hann sennilega ekki giftur mér í dag. Ég þurfti að breytast. Ég þurfti að höggva ákveðna hluti í mínu lífi. Það var nauðsynlegt fyrir mig. Allir þurfti líka, allir halda hann sé bara svona lillbrauð Jesú. Hann sé nánast fullkominn. Allir það ekki. En allir yndislegur. Nei, það engin fullkominn. Guðmundur, hann ekki fullkominn. En ég alveg að vera búin. Þannig að landamæri, við hafa bara svona landamæri. Og bara spyrja tilfinninguna. Tilheyrir þetta mér? Ekki grípa alla tilfinningu á lofti. Ekki leyfin að grassera. Og ef það eitthvað, feysið málinn bara strax. Vitið það, þetta hjálpa mér alveg gríðarlega. Bara veri ekki í einhverju svona gremju gagnvart fullt af fólki, ég nenni því ekki. Bara lífið of stutt. Og Guð að gera hratt verk og ég ætla að taka þátt í því verki. Amen. Við erum í andanum því að andinn móðgast ekki. Andinn fer aldrei í fílu og andinn fer aldrei í dramakast. Einn punktur á lokum. Láttu ekki sálarheil þína í hendur nokkurs aðeila. Nokkurra mannesku. Og ég finna, þú veist, bara í gegnum lífið, þú veist, ég hef sett fólk á stað
sem að það á ekki að vera á. Og það hefur verið rosaleg lífsreynsla fyrir mig og hefur alveg haft áhrif með þess að trú mína á tímabili þegar fólk sem ég bar virðingu fyrir í trúnni brást. Mikil kennslustund fyrir mig. Ekki setja fólk í það hlutverk. Aldrei gera það. Og ég bara segi við ykkur núna, ég mun klúðra ýmsu. Amen. Guðmundur, já, amen, alltaf að klúðra. Ég skil þig. En það er þannig, ég mun klúðra ykkur. Ekki horfa á það að ég sé eitthvað fullkomin. Ég er mjög langt frá því. Ekki setja mig upp á eitthvað stall. Já, þá enginn að vera stall í eitthvað lífi nema Jesús. Leitið í Jesú. Eigið persónlegt samband við Jesú. Ekki treysta á að ég sé alltaf bara til staðar eða með þetta. Ég er ekki alltaf með þetta. Enginn er alveg með þetta. Og passið að gefa ekki fólki vald yfir þessum hluta. Þessum sála hluta. Út af allt í einu upplifum að maður sé bara svona heimilislaus. Það var upplifunin þegar þessi aðili brást. Ég upplifi bara mig andlega heimilislausa. Og það er ekki vilji Guðs. Heimili mitt er fólkið í honum. Þú veist, það er engin meðalgangur á milli Guðs og manna. Þú veist, það er einn meðalgangari, hann heitir Jesú. Þannig að við eigum að eiga samfélag við Jesú. Amen. Halleluja. Hann á hásætið. Og vitið það, ég ætla bara ekkert að hafa þetta neitt mikið lengra. Ég vona þegar við fengi eitthvað út úr þessu í dag. Og sem að þið geti nýtt bara inn í vikuna. En leið, og við áttum okkur á því að tilfinning er ekki eitthvað sem á að stýra líf okkar. Þá göngum við öðruvísi inn í vikuna. Á morgun að þá getum við andi okkar tekið stjórn. Þetta snýst bara ákvörðun. Við þurfum að leyfa andanum að vera við stjórn. Og segja bara, ég ætla að fylgja þér. Ég ætla að fylgja því sem að þú segir. Ekki leyfa tilfinningum að vaða, þú veist, út allt. En það sem er svo dásamlegt er að þegar maður leyfir andanum, þá fylgja tilfinningar. Það gerist. Halleluja, beygjum höfuð okkar. Húra bashikira basi að Jesus, ég bið að tala til fólksins.